Í dag ætla ég að nýta flugu sem að margir halda mikið upp á hér á Íslandi, blóðormur. Fluga sem er til einhvern veginn í alls konar útgáf. Og enginn þeirra, og ekki þessi hér heldur í rauninni, líkist í rauninni því sem að er blóðormur, sem að er stig mýflugunar áður en hún verður að mýflugu. En engu að síður þá hefur þetta einhvern veginn hlutverkast þannig hjá íslenskum hnýturum og mér þar á meðal að blóðormur er einhvern veginn miklu stærri og feitari fluga heldur en alvöru kvikindið er í raun og veru. En þessi fluga hefur reynst mér ágætlega í vatnaveiði og er þá iðulega efri fluga. Sem sagt ef ég er með, sem ég er nú yfirleitt með, svona tveggja flug, eða sem sagt dropper setup fyrirgefið, þá er þessi fluga yfirleitt ansi sterk sem svona efri fluga og á litlum legg einhvers staðar ofarlega á taumnum. Og bleikjan sérstaklega í mínu tilfelli hefur verið að taka hana á svona þessu svokallaða dauðareki. Nú, ég kom í krók í þinguna frá Arex og þetta er super dry krókur. Pakkinn lítur svona út ef einhver vil sjá það. FWAF 525. Þetta er í rauninni frábær krókur og margir sem halda mikið upp á hann. Hann er svona, það er hægt að nota hann í ýmislegt. Það er nota hann í parasútflugur. Það er hægt að nota hana í einhvers konar klinghammer, ekki alveg kannski, en svona í áttina ágað. Og svo er hægt að nota hann í svona gröbberverkefni þar sem að maður vill að kúrfan eða beygjan á króknum sé ennþá svona skarpari heldur en á þessum hefðbundnu gröbberkrókum. En nóg króka. Þessi fluga er náttúrulega ofur einföld. Ég er með rauðan þráð frá Semperfli 12.0. Þetta er bara venjulegur Classic Waxed þráður. Byrja bara á festan hér og í rauninni má segja eina markmiði sem ég er með þegar ég hnýti að minnstakosti mína útgáfu af þessari flugu er að halda prófílnum eins grönnum og ég mögulega get. Nú, vöfin, það er koparvír frá Semperfli einnig. Það er hægt að fá hann í nokkrum þykktum, þessi er 0,1 mm. Mjög gott. Nú, ég byrja bara að festa hann hérna á hliðinni sem snýr að mér. Og eins og við vitum, þegar við erum að vefja svona þræði, þá vill hann snúast upp á hann. Ég er svona að reyna að sleppa við það með því að snúa ofan á honum. Þannig að þetta leggist allt saman eins flatt og mögulegt er. Fer ég hérna alveg bara djúpt niður í buginn. Og svo upp aftur. Þegar ég hnýti flugur, þá er ég iðulega með, þetta er væsin í bara beinni stöðu. Þegar ég hnýti fluguna, mögulega er þetta bara eitthvað sem ég er búinn að temja mér, þá sný ég væsnum vanalega aðeins svona, þannig að ég horfi svona eiginlega á hlið á fluguna. Þetta er ástæðan fyrir því að hún er yfirleitt svona þegar ég er að hnýta þessar flugur í þessum myndböndum. Og mér finnst að ég er bara búinn að venja mig á það, þannig er sjónarhornið mitt á fluguna þegar ég er að hnýta. Aðeins tilbaka. Svona. Þá bara vefjum við.
Svona, það væri hægt að setja einhvers konar kraga. Ég myndi þá mæla með kannski svörtum kraga, það kemur vel út. Rautt og svart veiðir náttúrulega alltaf í silung. En ég ætla ekki að flækja þetta neitt, ég ætla bara að hafa hana svona. Ég ætla að byggja upp smá svona stíplu hérna fyrir aftan kúluna til að minnka kantinn sem hérna. Bara örlítið, bara einhverja 10 vafninga eða svo. Þegar maður hnýtir, þetta er stærð 14 og þegar maður hnýtir þessar minni flugur, þó 14 sé nú ekkert sérlega lítið, þá fer hver vafningur að skipta máli og það er ágætt að temja sig það að vera ekki að vefja endalaust ef maður þarf þess ekki. Smá lakk á þráðinn, eitt til málamynda og svo hnúturinn. Svona, blóðormur, ein útgáfa af sennilega 100. En þessi virkar eins og eflaust hinna líka. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.